Já, Young and Wild and Free syngjar hérna, þetta Snoop Doggy Dogg, komið sæl og velkomin í þáttinn FM 95 Blöð sem hefur hafið göngu sína þennan miðvikudaginn og eins og alla miðvikudaga þá situr einn kynþokkafyllsti karlmaður landsins hérna með mér, hann heitir Pétur Jón Sigfússon, hvað segir kallinn? Þakka þér fyrir að kynna mig svona sterkt inn maður. Kynþokki nefnilega mitt milli nafn. Já, þú ert líka komin með sko, þú ert komið sítt hár og svona núna Pétur. Já, komið sítt hár og kynþokkin drýpur á mér sko. Það hárrétt þér. Ég fann fyrir þessu bara í fyrradag þegar ég fór í sund. Já. Allar kvenkins verur í sundi horfðu á mig bara svona eins og kjötstykki. Já, eins og ég væri tilfinningalust bara vöðvabúnd. Já, ég veit það. Þú veist, þetta svolítið vegna þess að ég hef alveg tilfinningar sko. Ég veit það. Þó maður sé svona kynþokkafullur, þá hef ég tilfinningar. Já, það er líka oft bara, alltaf þegar ég hitti systur mína, bæði Mæju og Dæju, og segja þær alltaf bara, Pétur Jóhann, er þetta bara kynlíf á fótleikjum með það? Já, og ég bara hægir stelpur hætti þessu. Þetta er frábær strákur og hann er ekki bara sexy sko. Hann hefur líka sínar tilfinningar, þessi drengur. Já. Og það þetta er óþægilegt fyrir okkur kynþokka fulla fólkið að fólk er yfirleitt að horfa og sérstaklega kvenþjóðin líka einn og einn kallmaður í pottanum í kjærk. Það er alltaf þannig, 1 af hverjum 10. Já. Þeir klæddu mig bara úr skílunni með augunum. Hvernig skílu ert í? Svona þröngri svona spítóskílu sko. Það útskýrir okkur að fólk var að horfa á þig? Já, ég minna þú veist. Hvernig er hún litinn? Svona dökkblá. Þannig að þegar hún blotnar sko, skílan, þegar hún blotnar sko, þá verður hún svona, ég manst ekki eftir honum Daniel Craig, þegar hann kemur upp úr hafinu þarna. Manst ekki, hann var í svona þröngri skílu. Í James Bond? Já. Ég minni sjálf á mig svolítið svona, þegar kallinn kemur upp úr lauginni, það er í svona svipaður og hann. Tekur þið þú lappar upp úr lauginni og þú fer í stigann, leikur að því að sveifla hárin og svona því þú veist að fólk er að horfa? Nei, þetta er nú bara allt innbyggt sko. Ég er nú ekkert að gera þetta meðvitað sko, maður svona rennir fingrunum í gegnum hárið og það er bara óvart, skiljum. Maður bara, þú veist, ég bara kom upp úr lauginni og ég bara er að þurrka vatni úr augunum, hann er að sjá eitthvað út og svona. En fólk tekur þessu bara maður. En nú situr hérna beint á mótum með gleraugu. Þú ertu með gleraugu í sundi? Nei, kallinn. Sérðu eitthvað þá? Maður skellir linsónum í sig, sko. Já, notar þú linsur? Nota linsu þegar maður fer að synda, já. Ok. Sem er náttúrulega eigur á kynþokkan. Þegar kallinn er búinn að taka sig gleraugun, sko, þá er ekki að spyrja því. Það er ekki eyðileggja fyrir þér, það er náttúrulega. Nei, ég er alveg með þessi gleraugu til að draga aðeins úr kynþokkanum. Þannig að fólk verði ekki snar vitlaust þegar maður ráfar inn í Smáralindina kannski í einhverju tilviljun. Það voru átt allt vitlaust ef ég er gleraugnalaus, sko. Óvart bara ráfar inn í Smáralindina? Já, maður á leið þar eitthvað bara, hvað er verðið á þessu hjá þér og eitthvað þá trillist allt, sko. Ef ég er gleraugnalaus. Já, þetta er alltaf þátturinn FM 95 Blöð sem er að þessu göngu sína þennan drottinn stýrar miðvikudaginn og við erum með heldur betur þéttan þátt í dag, ég og Pétur maður. Já, hann er þétt sneisa. Já, hann er þétt sneisa, ein skemmtilegasta leikkona landsins ætlar að kíkja hérna til okkar í heimsókn eftir, hún heitir Ilmur Kristjáns. Já. Ríkilega skemmtileg stelpa og ætlar að, koma og spjalla við okkur pésa og aldrei veit hann við hendum henni í eitthvað bull með okkur. Svo erum við með karaoke-keppni Audda og pésa í fyrsta sinn. Það verður svaðalegt umblanda. Þetta er eitthvað blönd í þér. Ég hef góða trú á sjálfum mér. Já. Vegna þess að fyrir utan það að vera kynþokkafullur á með svaðalega rödd, sko. Já, þú hefur alltaf getað sungið, sko. Já. Hvaða lag ætlar að syngja? Ég var að taka Michael Bolton. Eitthvað gott með Michael Bolton. Já, ég ætla að finna eitthvað lag sem ég kann. Við tekur eitthvað, ég er náttúrulega frá Sauðárkróki, ég kemur ekki óvart, ég myndi að taka Creed. Taka eitthvað örugt. Já, eitthvað þægilegt, ég hugsi leiti það. Já. En við ætlum að hafa samt í næstu viku, þá ætlum við að taka karaoke-keppni og við verðum með íslenska lögin. Já. Nei, ekki. Jú. En við byrjum á, karaoke-keppni Audda og pésa hér á eftir. Svo erum við líka með hitaklefan, Sveppi mætti ekki í gær þar sem hann var veikur og þá var engin hitaklefi og ég ákvað að leyfa Pétri að prófa að taka hitaklefa með mér. Þannig að ég og Pétur erum með hitaklefa á eftir og það er Siggi Stormur sem að varð fyrir barðinu á okkur þessu sinni. Já, það er spennandi. Ég verð að viðurkenna, þú komst svolítið aftan á mig með þetta, sko. Já. Vegna þess að ég hef alveg heyrt hitaklefan hjá ykkur og ég bara, einhvern veginn, ég fraus. Já, þú varst með fína spurningar samt. Já, kom sterkur inn í þetta, sko. Já, ok, ég svitnaði alveg undir höndunum og svona. Eina Siggi vissi bara ekkert hvað hitakleifin var, ég kannski mátt útskýra það sem Já, hann var bara hress. Já, Siggi er alltaf hress. Það er alltaf sólheima glottið á Sigga Stormi. Það er alveg sama hvernig veðrið er. Enda komum við inn á það hér á eftir. Herðu í hitakleifunum þar að segja. Og svo ætlum við að senda þig á stjá eftir. Það er langt síðan að þú hefur farið út að labba. Út á meðal fólksins. Já. Það er eina vitið.
Það er fíblast í liðinu. Já, fíblast í liðinu og það verður spennandi að litast. Það er aldrei að vita að mér spilaði sinna á kynþokka en þar. Nú, hvað er þetta maður? En talandi kynþokka, þá ætlum við að vinda okkur hér í Ricky Martin. Þetta er ekki Ricky Martin, þetta er lagið Blackout. Ég veit ekki hvað lag þetta er. Þetta er flott lag. Skemmtilega með ágætis lag. Svaðalega. Ég og Pétur Jón Sigfússon eins og áður við komið fram, við erum mættir hérna í stúdíu og það ætlum að vera með ykkur til 6 í þættinum FM 95 Blö og það er svona nýtt í þættinum á þessum tíma, þá reynum við að fara í slúður hérna í þessum þætti. Ok. Enda erum við á hressandi tónlistarstöð og hér er fjallað slúður og fræga fólki. Já, og við ákváðum það, ég og Öddi, í ljósi aðstæðna, að vera bara hressir í dag. Já. Bara horfa bjartir fram á veginn. Við nennum ekki að vera að hengja okkur í ykkur veseni og smáatriðum. Nei, það er skítaveður og það er í janúar, það er allir pirraðir. Við erum að reyna að gleðja í dag. Fara þetta bara á gleðinni. Já, af hverju ekki? Þú spyr mig. Já. Ég skal reyna að svara því, Öddi. Af hverju ekki? Nákvæmlega. Spurning á spurningu. Það er gott að byrja daginn svona. Nei, byrja þáttinn svona. Já. Hvað er að frétta úr slúður, Öddi Blö? Herru, takk fyrir þetta, Pétur. Ég ætla að byrja að segja okkur það að, 78% af bandaríkjamönnum þykir nafnið Blue Ivy. Já, bara svo ég komið þér inn í þetta, Pétur. Já. Þá voru Beyoncé Knowles og Jay-Z eignast barn, þú veist það. Já. Þau skýrðu krakka sinn Blue Ivy, sem er svolítið skrítinnafn, eða svona, pínu arti. Já, svolítið arti. Já, Blue Ivy, en samkvæmt nýjustu könnun og þá finnst 78% af bandaríkjamönnum þetta nafn vera ljótt eða annoying, eða svona pirrandi nafn meira. Er það? Já, þannig að kaninn er ekki sáttu við nafnið Blue Ivy. Og hvað ætlar kaninn að gera í því? Það verður ekki neitt, en þetta er alltaf leiðilegt, sko. Hver setur svona könnun af stað? Þetta er svona, þú varst að skýra krakka þinn Jóhann Berg, eða ekki? Jú. Alveg svo fótboltamaðurinn. Já. Ímyndaðir ef að, við myndum setja könnun í gang bara, finnst ykkur nafni Jóhann Berg pirrandi? Já, og svo myndir þú allt í henni að heyra bara 80% Íslendingum við finnast nafnið og strákniðinu pirrandi. Það er bara svona leiðindi. Ég myndi flytja á landi bara. Já, þú myndir flýja þetta. Myndi ekki gott að frétta Jóhann annars, eða? Allt gott að frétta Jóhann Bergman. Jú, heldur þetta, takk fyrir að spyrja mér. Já, kann að gamall? Núna? Hann er bara 4 mánaða, rúmlega. Já. Fann að tala? Já, nei. Er það 5 mánaða? Nei, 4 mánaða. Já, 4 mánaða. Herru, svo er hérna næsta slúður Katy Perry, þú þekkir hana? Þekki hana, já. Já, hún stendur núna í skilnaði við snillingin Russell Brand, hérna, sem er einn af mínum uppáhaldsgrínistum. Já. Þau stendur í skilnaði og hún ætlar ekki að mæta á People's Choice Awards í Bandaríkjunum, þó að hún sé tilnefnd til, fullt af veluna. Já, bara því að hún er í ástarsorg. Já, bara basically, svona hún segir það, þetta sé bara erfiður tími fyrir hana og hún get ekkert verið að mæta á einhverja svona hátíða núna. Nei. Skiljum við það ekki, ef hún er að hlusta? Það bara er allt í góðu. Já, ef þú myndir standa í skilnaði, værirðu að mæta á hlustendavelun FM 957, Pétur? Já, ég býstu því. Ég myndi mæta á hlustendavelun. Það er fátt sem myndi stoppa það, ég myndi mæta á hlustendavelun. Já, tala ekki um að þú verið tilnefndur. Já, tala nú ekki um það maður. Já, og ég er ekki frá því að... Líka bara að sína sig og sjá aðra maður. Já. Bara sælir. Er það ekki best bara svona í ástarsorg að í staðin fyrir að vera heima í volaði, mæta bara á þessar hátíðar og... sína sig og sjá aðra. Já, og bara reyna að gleyma sig smá stund. Það er lang best auðvitað. Já, það er sammála. Þannig myndi ég allavega að takast á þetta. Þannig að mín skilabút til Katy Perry er bara, þú veist, sýndu þig og sjáðu aðra. Hörru, já, það er nú ekkert mikið meira í slúðruna þessu sinni svo sem. Ok. Þetta er allt frekar ómerkilegt svo, það sem kemur hérna. Já. En ég var að spá í þar sem við vorum nú að ræða Jay-Z, er hann ekki einn af þínum uppáls, Pétur? Ætlar að spila það? Nei, ég ætla ekki að spila Why I Love You. Ég kom með nýtt lag núna uppáls eftir þáttin í gær. Þetta er lag sem Aron Pálmarsson, handboltamaður, baði í gær og þetta er nú ekkert mikið síðra en mitt uppálslag. Ok. Þetta er Otis. Lagið Otis með Kanye West og þetta er á sama disk og Why I Love You. Já, þetta er á sama disk, já. Já. Enda rándýrt lag. Herðu, hér framöndan er karaoke-keppni hjá okkur Pétri. Við syngjum hvort lagi hérna eftir og svo að fá hlustendur til að dæma. Við erum líka með hitaklefun í dag, þar sem var engin hitaklefi í gær. Sveppi Grey var veikur og þetta er fyrsta sinn sem að Pétur fara að taka hitaklefun. Já, virkilega ánægð með það. Já, svo ætlum við líka að senda Pétur út á eftir og láta reyna á þennan kynþokka sem hann rætti hérna í byrjun þáttar. Já, þá er ég algjörlega bara í þínum höndum. Já. Þá er ég bara eins og leir. Já. Og þú ætlar að móta. Já. Það sem ég á að gera. Þú verður með mig í eyranu. Já. Og ég móta þína hegðun. Mína hegðun, já. Já, en herðu, þetta verður spennandi. Já, þetta verður skemmtilegt. Ég var að spæla lesa hérna fyrir Pétur frétt sem að mér fannst hrikalega skemmtilegt. Og einhvað sem að,
væri alveg gaman að prófa þó þetta sé afnalegt, en það var maður hérna núna sem var að gera allt vitlaust í Bandaríkjunum. Í Bandaríkjunum? Já, ég sé nú ekki hvað fylki það var í. Þeir eru klikkaðir Já, þeir eru ruglaðir hérna í Bandaríkjunum, það er bara þannig. En hann var að sviðsetti dauða sinn og hélt í jarðarför til þess að fá að heyra minningagreinar og sjá hvernig fólk myndi bregðast við því ef hann myndi yfirgefa þessa jörð. Þetta er snilld! Já, þetta er eitt. Býttu sett hann á svið dauða sinn? Já. Og var svo bara að koma fram núna þá búið að jarðan þegar maðurinn lét sjá sig aftur. Þegar fólk var búið að halda ræðurnar í jarðarförinni. Nákvæmlega. Pétur Jóhann Sigfússon var virkilega góður drengur. Já, þetta er svona þarna... Það hrannast upp minningar þegar maður kveður þennan góða vin og eitthvað svona. Líka spenna svo, minningagreinar í Morgunblaðinu og svona, það eru í Staðarblaðinu og eitthvað svona, fólk að skrifa hann. En þetta er í rauninni bara með betri hugmyndu sem að vegna þess að, sko, þegar öll er á botni koltefnisblandan, þá snýst lífið þetta, skilju, hvernig verður talað því í jarðarförinni. Já, það reyndar. Það hrannast allt upp þar. En ég held að vera ekki talað fallega hann í næstu jarðarför eins og þar. Þetta er svona þetta er pínu úlfur. Svona í alvörunni í jarðarförinni. Maður náttúrulega veit ekki hvort að Skúli er dáinn eða ekki. Ertu hérna einhvers staðar fíflið þetta? Þannig að þetta er svona, eins og ég segi, úlfur, sko. En ansi góð hugmynd sá. Já, þetta væri þá ekki bara frekar, sko, að fólk myndi bara biðja, þetta er enda, það er ágætispunktur af því honum. Fólk talar rosalega fallega um þig þegar það er hérna verið að jarðsyngja þig og þegar þú ert búin að kveðja þennan heim. En af hverju ekki að leyfa fólki bara að heyra það þegar það er á jörðinni, skilur? Já, raunverulega. Þetta er eins og ég myndi segja bara Pétur þvílíku vinur og þetta er svona pínu svo að vera bara trúnú. Já. Þetta er ótt þegar maður er búin að fá sér tóður að bjóra, þá fyrir maður að segja hvað manni finnst fólk. Já, og finnst þér auðvitað að maður ætti bara svona nota daglega lífið í að segja minningagreinarnar sem þú myndir? Jú, en það myndi bara koma svolítið kjánan út, sko. Ef ég myndi allt í henni bara að fara að segja við þig mikið ofboðslega ertu góður drengur og hvað ég myndi sakna henni ef þú myndi fara, Pétur. Þú ert búin að lýsa upp lífið mínu. Þú veist, myndir ekki halda bara að ég væri frelsaður? Nei, mér finnst þetta mjög gott, halda áfram. Nei, Talaðu eitthvað svona sem við gert saman, eitthvað svona sem var ógeðslega næs. Já, ég mun aldrei gleyma öllum ferðalögunum okkar þegar við vorum í 70 mínútum og strákunum og hjá meður ellendis og þú dróst með á blakktíðagborðinu og... Já, alveg rétt, maður, manstu? Þegar þú tókst Jón Ársæl í fyrsta sinn. Já, konið sælan blössu. Ég hef aldrei gleymt því. Næs. Já, þá hafður aldrei gert það. Þá, manstu, þá gekk mér ekkert allt og vel í blakktíðagalla í kvöldar. Og tókst mér bara, ertu spilað fíkilega? Já, þar fættist hann, svo ætlar ekki að vilja að gera hann en svo var þetta dagskrálið hjá okkur í þættinum. Ég finnst þetta frábært. Já, það er ýmislegt sem hefur gengið á en mér finnst þetta frábært að þú talir í minningagrinu. Já, og ég bara hvet líka alla hlustendur að núti núna. Ég veit að það eru fullt af fólki sem er að vinna bæði og það eru fyrirtæki að hlusta á okkur. Nú finnst mér bara allir ættu að líta á Líta heim barm. Já, líta heim barm og líka bara líta á samstagsfélagann. Já, næstu manneskju á hægri hönd og segja manneskjunni hvað hún myndir skrifa hana. Þú veist, ekkert endilega alla minningagreinina, en bara eitthvað fallegt. Já, kannski bara svona fyrstu 10 línutnar. Já, eitthvað svoleiðis. Þetta er frábært. Þessi maður, hann sviðsetti sin eigin dauða til þess að sjá hversu mikið fólki þótti væntu sig. Það var ágætis hugmynd, en ég held að hann sé ekki vinsæll hjá, ættingisum í dag. Nei, það efast ég við vindum okkur. Hvað segirðu? Samt skemmtilegt. Samt einstaklega skemmtilegt maður. Ég meina, og við ætlum á þessum fögru orðum að vinda okkur í gott lag. Nei, við ætlum að fá smá auglýsingar, svo kemur gott lag. Magasín á FM 957. Á mánudögum erum við með kvikmyndagetrun og spilum kvót úr frægum bíómyndum, hlátur, raddir og alls konar rugl. Sack of wine. Life was like a box of chocolates. Þú gætir eftir í 5.000 kr. inneign hjá filman.is. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Heiðar Austmann er í boði KFC. Singer Twister á 699 krónur. Fáðu þér. KFC, svo gott. Hæ, þetta er Erndís í Magasín. Munum að einelti særir alla. Stöndum saman gegn einelti. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is
I get a good feeling. Yeah, veistu það? I get a good feeling þegar þú ert með mér þetta, Pétur. Feeling, yeah. I get a good feeling. Og þetta er líka rétt í tíminn. Þú veist, það er miðvikudagur. Já. Það horfið til betri vegar. Já, okkur segir það. Er miðvikudagur einn af þínum uppáhaldsstöðum? Já, vegna þess að, þú veist, þá er mánudagur og þriðjudagur búinn. Já. Miðvikudagurinn er, þú veist, kanturinn. Já. Og svo, þetta er maður í 50 og föstudag. Og það verður vangir. Skilur, maður er svona vakkandi. Já. Þetta er svona eins og að sitja á sundlaugabarmi. Þú veist, miðvikudagurinn er eins og að sitja á sundlaugabarmi. Og þú ert að ákveða hvort þú eigir að fara á barinn og fá þér einn ískaldan eða láta skuttla þér úti og fara svo á barinn, skilur. Já, ok. Fattar ekki, þetta er bara mitt á milli. Akkurat, ég er að lesa það, Æ, ég veit ekki hvort þú skilur mig. Jú, ég skil þig. Miðvikudagurinn er aðeinslegir. Ekki spurning, herðu, það styttist hérna í gestáttarinn sem er Ilmur Kristjáns, sem er snillingur og eina mínum uppáhaldsleikunum. Skemmtileg stúlka þar á ferð, svo erum við líka hérna með karaoke-keppnina, hitaklefann og fleira, þannig að það er hérna nóg framöndan hjá okkur strákunum. En ég ætla að segja þig, Pétur, þú veist að ég er alltaf að lesa þetta á þessu FM-preppi, það er svona kannanir. Já. Og þetta er einhver könnun sem er mjög áhugaverð og ætla að spyrja þú út í, samkvæmt þessari könnun, þegar menn er að pissa, karlmenn, á almenningssalernum, og þá vilja þær meina að 63% karlmanna líta á félagann hjá manninu við hliðina. Þeir eru að míga. Já, þú ert að tala um í svona skálar. Já. Þannig til dæmis ef ég og þú erum að pissa á skemmtistað, að samkvæmt þessu að þá væri rúm 60% líkur að ég myndi svona kíkja á þig. Já. Tjekka á kallinum. Þannig ég verði eiginlega að játa það. Ég er hérna í 38% með 37%. Já, ég næ ekki tengja við þetta heldur. Nei. Ég reynir nú. Það er reyndar, sko, það fer öll einbeitingin þegar maður stendur hérna við þessar skálar í það hjá mér. Já. Og ég veit ekki út af hverju þetta er. En það fer öll innbyttingin er í það, þú veist, ég er kannski í spreng, en næ samt ekki að pissa. Ég var mjög erfitt með að pissa fyrir mannaðar. Akkur er það? Þetta kallast spébladra. Já, en þú veist, mér finnst ekkert mál ef maður er... En maður er einn? Já, þú veist, ég ætla að vona að það sé ekkert mál fyrir að pissa þrjótt eitt, Pétur. Nei, en ég meina, ef þú stendur við svona skál... Það er ljótið út með spébladri þrjótt eitt. Nei, ég meina, er þetta út af því? Ég get ekki hort á þetta. Ég er skítrættur við hann. Óalega skrítinn maður. Hvað horfur svona á mig? Og einhver svona, er hann kannski að segja eitthvað og ég bara, nei, það er bara ekki rétt hjá þér. Og eitthvað. En það, já, ég er alveg saman á því. Það fyrir bara öll mín, ef ég er á almenningssalinni, þá fyrir öll mín einbeitingi að reyna míga. Ég er ekki að tekka á félaginu í hliðina. Mér er spínu skrítið að meira en helmingurinn á að líta til hliðar, sko. Já, mér finnst það líka, sko. Og ég man á hvað er það sem menn eru menn að skoða eða eru menn bara svona eða þú veist, þeir eru menn að kíkja á það, sko, hvernig menn eru hangnir. Having a peek stendur, það er svona bara kíkja. Having a peek, já, bara svona tekkar, veist, hvort að, þetta er kannski ekkert endilega, að horfa á tippið á honum, sko, það er bara að tala um að lítið til hliðar, sko. Já, ég næ, sko, frekar að tengja við þetta þegar maður er í almenningssturtu, sko. Þá ger ég þetta mikið, sko, og ranka við mér. Þú fer náttúrulega mikið í sund, eins og önnur gamalmenni. Já, önnur gamalmenni, já, rétt, og þá maður kannski í sturtunni, sko. Ég hef oft lent í því að ég er að horfa, sko, á tippa öðrum og svo lít ég upp að þá er gæinn sem að ég er að skoða. Það er hann að horfa á mig svona, býtu, hvað er aðeins? Þannig að það er forvitt niður að það. Já, þá eru menn beint á móti, skilja. Já, og þá er þetta ekki einbyttar. Nei, þá er þetta ekki einbyttar en einu öðru heldur, skilja. Nei, já, nákvæmlega, þá er maður ekki einbyttar sér að pissa, maður bara skóla sig og maður, þú veist, það er fátt annað að kíkja á, skilur. Já. Eða hvað, er ég að ljóstra upp einhverju rugli hérna? Nei, ég hugsa að séu margir hérna úti sem er að hlusta sem er alveg sammálaðir, sko. Já, núna er kannski óþægilegt fyrir menn sem að lenda með mér í sturtu í framtíðinu. Ok, ég ætla að pakka mínum inn, maður. Ég ætla bara að vera með hangklæði, maður. Ég ætla að skóla mig bara í skílunni, sko. Menn bíða bara eftir að þú farir eins og sést einhver... Já, bara, ég nenni ekki að Pétur Jóhann Sigfússon sé sífellt að stara í klóðið á mig, sko. En já, ertu að tekka hvernig vatnið, bara hvernig þú tekka á... Þetta er bara svona svipa og hérna... Nei, ég er ekkert að tekka á henni. Þetta er bara óvart. Já, ég er þetta sammálaðið. Þetta er eiginlega bara svona ósjálfrátt. Þetta er auðvitað svona svipað þegar maður er lítill, manstu, og maður skoðar allt svona sem er á hreyfingu og svona. Þetta er eina sem maður er á hreyfingu og er einhvern veginn svona hangandi og... En það ætti samt að vera fleiri sem ætti að vera að tjekka þér að því að nú ert þú að hot celebrity, Peter Johansson Fusion. Ég myndi halda það að menn myndi vilja svona að tjekka þig hvernig þú hefur þarna niðri, sko. Hvernig kallina hangin? Já. Já, ég minna, þú veist, það tekur ekki langan tíma að sjá það. Þú ert mjög snöggur, já, ok, þetta er bara... Já, það er það, ok. Já, nei, þetta er bara dyrabjallan. Það er ekkert meira. Þú ert ekkert eitthvað svona að skoða línur og, þú veist, það er bara eitt augnablik og þá ertu búin að sjá hvernig drasli lítur út á kallin. Þetta er ykkur stund.
Herru, við skulum fá hérna Snowbar Patrol, svo kemur Ilmur Kristjáns og karaoke-keppni Auta og Pésa. Hljómsveitin Snowbar Patrol með lagið Run, eitt af mínum uppáhaldslögum. Já, það var smá forsminn ekkur, sko. Já, það er náttúrulega hlustendur að núti vita að þú getur sungið. Minnst þetta lag í ruglinu, sko. Nú segi ég hérna eins og hérna vinur okkar sem var alveg örugglega samkynniður, manstu í Idol, fyrstu Idol-keppninni. Þessi stelpa getur sko sungið. Ég gleymi þessu aldrei. Þessi stelpa getur sko sungið. Það var eitthvað stelpa á leiðin inn í pröfurnar og þá kom með einhverjum dreng sem að, það fór ekkert á milli mála að hann, tjaldar hinum með við lækin. Þessi stelpa getur sko sungið. Ég segi ykkur það. Svo fór hún inn og gæti ekkert svona ekki. Var það ekki? Nei, jú, ég var alltaf í lægin, hún komst ekki áfram. Nei, komst ekki áfram. Þannig herðu, ég var að fá skelfilegt SMS og ég held bara, Pétur, að við þurfum núna að hringja í hana og láta hana heyra það. Ilmur Kristjáns var að senda mér núna SMS. Sorry, kemst því miður ekki, er billus. Nei. Jú, hún var að senda, þetta átti að vera gesturinn okkar. Má sjá, ef við ekki hringja bara í hana og láta hana heyra það. Ég get náði hana bara. Má sjá, nei, við bara hringjum bara í hana. Ég er á bíl, sko. Ég get pikka hann upp. Má sjá, ég ætla bara að hringja í hana. Nei, vilt það ekki. Nei, það er náttúrulega rugl, þú veist, það tekur kannski hálftíma, 40 mínútur. Já, við erum með þéttan þátt hérna. Við erum með þétt sneisa þátt hérna, við höfum enga tíma í það að ná í hana. Nei, ég ætla bara að hringja í hana og láta hana segja það. Halló? Halló? Það er það Ilmur Kristjáns? Nei. Nei. Jú, ég heyri að þetta er trú. Jú. Þetta er FM 95 blöð hérna, Pétur Jóhann Sigfússon á Hauti blöð. Þú ert í beinni útsendingu, við vorum að fá SMS frá þér að þú værir ekki að koma til okkar sem gestur þegar við erum búin að auglýsa þig allan þáttinn. Já, en hér er ég. Hvernig líður þér með þetta, Ilmur? Sko, ég var að heyra, ég heyrði með þig að horfa á tippin í sturturi. Já, ákvast að kom ekki út af því. Já. Nei, þú ert ekki að grínast. Jó, ég er að grínast. Ég er fyrst, ég kemst ekki og ég er ekki bara eitthvað taka strætó og borga leigubíl bara. Ilmur Kristjáns í strætó, það er nú eitthvað skemmtilegt. Já. Þetta er bara eins og nafn á nýjum þætti. Já. Ilmur í strætó, já. Ilmur í strætó. Ég vil vera þetta skemmtileg þætti. Herri, nú ætlum við að fylgjast með Ilmi. Hún ætlar að fara upp í Grafá og við skulum sjá hvernig þetta gengur hjá henni. Hún biður skipti með það. Herri, en þú verður bara að koma hvernig setna til okkar. Já, ég gerði það. Hvað er þetta brast annars? Núna? Já. Meinar þú bara þessa dagana? Nei, bara núna, akkurat núna. Hvað er þetta að gera, Ilmur? Í hver ertu? Já, góð spurning. Ég er í svona snjóbomsum, ullarsokkum, sokkaböksum, ullarpilsi. Ullarpilsi? Já. Er þetta plana lúk hjá þér? Ertu svona vetraleg en samt sexy? Ertu að leikaði með það eitthvað? Meira vetraleg en samt cool. Já, ok. Reyna það. Já, vetrar cool. Já. Ertu í einhverju svona merkjum? Er þetta einhver ullarmerki? Svona eitthvað? Geysir. Er þetta allt í Geysir? Já, ég er í Sorel skóm og svo Steinunni. Já, Steinun og Sorel. Já. Það er náttúrulega rosalega sterkt í þessu Sorel-dóti. Já. Já, æðislegt. Þannig að þú ert ekki að koma í dag. Nei. En þú verður þá að lofa mér að koma í næstu aukustæðin. Af því það er ýmislegt sem okkur langar að gera með þér. Já, ok, já. Útvarstengt. Já. Þannig að þú lofar því. Ég lofa. Ok, þá gefum við séns. Ok, sumulegis. Ekki máli. Já, takk, bæ. Herru, þá eru við ekki með neitt gest í dag, Pétur. Nei. Þetta átti að vera gesturinn okkar, Ilmur Kristjáns. Hún var að klika á síðustu stundu. Já, ég geti prófað að leika gest. Ok. Hvað viltu heita? Minnir, ætlar að taka bara núna? Já, taka hann eftir. Ég get heiti bara hvað sem þú vilt. Gunnþór Einarsson. Framkvæmdastjóri gatnamála í Reykjavíkurborg. Ok. Eða langar að ræða við hann? Nei, ég hef engan áhuga að ræða hann. Herru, fáum Feels So Close, svo er það karaoke-keppnin, hitaklifin. Ef ekki bara taka karaoke-keppnin næst betur, finnst það gesturinn okkar var að klika? Jú. Pétur Jóhann Sigfússon og Auðun Blöndal með ykkur hérna á FM 957, þetta FM 95 blöð. Mér langar ekki til þess að þetta verði búið. Nei, enda er alveg góðu klukkutími eftir og það er komið að, hugmynd sem að Pétur Jóhann Sigfússon stakk upp á í vikunni. Þetta er karaoke-keppni, Auta og Pésa. Já, karaoke í útvarpi. Karaoke í útvarpi og... Ég hugsaði með mér, hvað er sjaldgæft að maður heyri í útvarpi? Já. Það er bingo og karaoke. Já, kannski tökum við bingo í næstu viku. Það er mjög líklegt, já. Það er rosalega gaman. Það getur verið mjög skemmtilegt að hlusta á bingo í útvarpi. Dreifa bingospjöldum allan bæ, segja fólki svo að hlusta. Ég byrja á því bara klukkan 4 maður að dreifa bingospjöldum og svo verður bingo bara eftir milli 5 og 6. Klukkan 5:30 og við erum búin að dreifa bingospjöldum allan bæ.
Það er B7. B7 er einhver með hana að lúti. Það er ég til í að hlusta á það maður. Fólk á hringbröðin að keyra maður. Bingo maður, það hringa maður neyri þinn. Herra, það er bingo-blöð. Herra, við erum komin með bingo. Já. Við erum komin með bingo. Og svo karaoke er hjá okkur á eftir. En við ætlum alltaf að byrja á karaokeinu. Já, byrjum að því. En sko, mér fann skemmtileg hugmyndin sem við ætlum þá að gera í næstu viku. Það var, þú varst með smá tvist á þetta, við myndum byrja núna bara í venjulegu karaoke. Já. En svo í næstu viku þurftum við báðir að íslenska lögin sem við syngjum ekki. Þannig að þá þurfum við að semja íslenskan texta við lögin, eða semst bara beinþýða textan. Já, það er góð hugmynd. Já. En við byrjum núna bara á venjulegu karaoke og er það ekki bara ég sem á að byrja? Mér líst vel að það. Já, ég held nefnilega að það er eitthvað sem segir mér að þú syngir betur en ég, þannig að... Nei, ég meina, þú veit náttúrulega, þú stjórnar þættinum, veit ég. Já. Mér finnst það eðlilegt að maðurinn sem stjórnar þættinum fái að byrja. Ok, takk fyrir það. Ég, við þurfum eiginlega að taka það fram að ég veit ekki, ég veit ekki hvaða lag þú tókst. Nei, ég er búinn að velja mér, ég valdi mér lag sem að ég veit ég kann, sko, því þetta er erfitt, þetta er fyrsta keppnin, sko. Má ég geta hvaða lag það er? Ég hef verið með erlendis á karaoke-klúbum, sko. Já, manstu þið þegar að... Ok, ég get sagt hlustundum það. Mér hefur verið vísað út af karaoke-staði í Danmörku sem heitir Sam's fyrir að syngja þetta lag. Ég var þar. Já, þú og Sveppi voru með mér. Já, og þá er þetta vantalega With Arms Wide Open. Þetta er lagið With Arms Wide Open. Reynda þegar ég söngi þetta þá söngi þetta hérna reyndar aðeins hærra og öskra þetta aðeins meira. Ég reynda að vanda með þess núna og ég byrja þessa karaoke-keppni Auta og Péturs og hérna kemur mitt lag. Já, þetta lag er tileinkað öllum sem hafa gengið gegnum erfiðan skilnað eða eru bastardar þarna úti. Ég þekki þá tilfinningu. Mamma og pabbi eru skilin. Well, I just heard the news today. Ég er góð sveittur og eldröður. Þetta er ekki hægt, maður verður... Þetta var ógeðslega flott. Nei, þetta var ekki flott. Nei. Og ekki reyna að ljúga mig, Pétur. Mér fannst þetta ógeðslega flott, en ég er samt svona, sko... Ég er smá hræddur við þetta. Ég vandaði mig samt, sko. Ég get sagt hlustundu það þarna. Ég get ekki sungið betur en þetta. Ég var actually að reyna að vanda mig. Ég heyrði það. Takk fyrir það. Það var bara algjörlega með hjarta á lifrum. Já, mér hefði ekki verið hent út af Sam's í Kaupmannahöfn fyrir þennan flutning. Nei. En ég tók þetta aðeins öðruvísi. Tók þetta aðeins öðruvísi þá. Ég er smeykur en ég er samt nokkuð vissum að ég rústa þessu. Ok, þannig að þú ert sigurviss. Já, ég er svona fyrirfram, já. Og hvað ætlar þú að taka? How am I supposed to know? How am I supposed to live without you með Michael Bolton. Ok, herðu. Skelltu í gang, gamli. Það syngja þetta live. Þetta er tilbúin? Já. Ég hef aldrei heyrt þið syngja þetta lag. Nei. Það syngdu það. Tilefni dagsins. Fyrir þig og fyrir þig mig. Nei, fyrir þig mig. Nei, heyrðu maður byrja aftur maður. Anskoti, ég var bara dottinn inn í spjall maður. Sorry. Jú, ég ætla ekki að tala með þessu. Þetta tekur mig off. Ég talaði hann í byrjun, það er mjög fyndið. Ok, hrikalegt. Nei, þetta er ekki hrikalegt. Jú, ég bara, þú veist, Þú slóst svolítið að það, varst það smá vesinni? Ef ég sleppti að hlæja þá, við skulum ekki vera með sleppidóma hérna. Nei. 511-0957. Herðu, þetta var karaoke-keppni í FM 95 og næstu viku þá ætlum við að íslenska textana, mástu. En við ætlum að spyrja hlustendur núna. Hvað ég að hafa? Fyrstu til að fá 5 atkvæði, hann vinnur. Mér líst vel að það. Ok, 511-0957. 511-0957, við byrjum hérna FM 95, góðan daginn. Já, góðan daginn. Daginn. Hver fæði þitt atkvæði? Hver fæði þitt atkvæði? Það er klálega Pétur, sko, en ég þarf að láta vita að þú ert hörmulegur, ekki eins og átúl sem bjargaðir. Hörmulegur. Herðu. Auðun Blöndal, heyrðu þetta, maður? Svafið hjá sýstiðinni, eða hvað bullar þetta, maður? Þú ert ömurlegur, Finnst þér ekki góður að syngja? Pétur var samt alltaf bara hlægjandi. Ég var hlægjandi og... Svo. Ok, eitt stig, takk fyrir þetta. Eitt stig. Ég vil meina að þú hefði fengið stig þarna út á heift bara. Út á, já, hann var svektur út í. Herðu, FM 95 blöð, góðan daginn. Komið sæli, drengir. Hver fæði þitt atkvæði? Anskotin, Pétur, nei, þú var ekki mitt atkvæði. Nei. Vel gert. Jöfisisrödd, þetta er með, drengur. Hver? Þetta er Pétur, maður, ég bjóst ekki við þessu. Fæði hann þitt atkvæði? Nei, þú færði það. Vel gert, ánægð með. Alla leið, maður. Það eyðilega svolítið fyrir Pétri, hann var að hlæja svolítið. Já, ég má ekki hlæja. Stage performance hans auðvitað hefði unnið, sko. Já, nákvæmlega.
Ef þú myndir sameina stage performance auðvitað og röddina mína, þá eru bara með mann. Ég myndi bráðna, sko. Minn almáttur. Það yrði ekki, sko, ekki litlu fagnarlegt, en takk kærlega fyrir þetta atkvæði. Það eru lítið mátaðar. Ok, takk. Herru, staðan 1-1, fyrstur upp í 5 atkvæði, F511-0957, FM95 blöð, góðan daginn. Við erum konum með 1 og 1. Já, 1 og 1. 1 og 1, ok, og 511-0957, halló. Bless, hvað segir maðurinn? Herru, þetta er Auðun maður. Það er Auði í blöð. Jánaði með þig maður. Já, þetta var ógíslegt fytti. Já, þetta var, þú veist, þetta klúðraðist einhvern veginn. Ég er líka bara, þú veist, ég er ekki svona Þú fær samt fyrir skemmtanagildi, sko. Ég var eins og hálfviti, ég var að vanda með, varst að vanda það, Pétur? Nei, Takk þetta einu svona enn. With arms wide open. Nei, veist það, ég bæði þetta, ég byrjaði að taka hitakleðan á þann, sko, og fór svo í þetta. Ég á bara litla rödd eftir það, svona eins og ég er búin að vera að drekka viski. En ég tekið ekkert að setja það fyrir þig. Takk aðeins fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Ok, bye. Ok, 2-1. 2-1 fyrir blöðmanninum. Við erum að spyrja hver vann þessa karaoke-keppni. Góðan daginn. Halló. Ó, veldið. Daginn. Hei, góðan daginn. Herru, þetta var Pétur, sko. Hláturinn gerði lagið bara betra, sko. Hvað er þetta maður? Það er 2-2. 2-2, já. Þið fannst krútlegt að bæta smá hlátur inni og gera þetta svolítið mannlegt. Já, það var bara miklu betra, sko. Já, ég er pínu sammála en ég vil samt menn ég að svona ekki betur, sko. Sætur hláturinn að sketi, sko. Æ, þakka þér innilega fyrir þetta. Ég senda á þig, ég legg inn á þig á eftir. Herru, takk fyrir þetta, Unur. Ok. Já, litli krútbánsinn Pétur staðan 2-2, það er alltaf verið að vitlaust. FM9 fyrir blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Enna Magnúst. Herru, ég kýst Pétur. Kýstu Pétur, já. Og hvað var það? Þú ert komið fórustu. Flott lag, þetta er bara flott lag. Þetta var bara mjög flott lag, sko. Vel valið lag og sæmilega sungið fyrir utan hlátur en þú er tilbúin að gefa þessu stig. Já, en hann söng ekki allan tíman. Fæ ég ekki kredit fyrir það? Ég söng allan tíman, lifði minni í þetta. Já. Jæja, ef ég vinn þetta ekki, ég syng allavega ekki betur en þetta. Herru, ætlaði ekki að leggja inn á mig líka? Jú, ég hendi inn á þig bara á eftir gamli. Herru, er þetta allt bræðin að ríkja þetta? Þetta er allt bræður og systur maður. Herru, staðan er 3-2 fyrir Pétri, hann það 2 atkvæði. Ég ætla að vona að þessi hérna er með viti. Hver fannst þér vinna karaoke-keppnina? Pétur. Já. 4-2 hér. Nú fyrir ég að vera að tapsa, sko. Ég legg inn á þetta gamli. Ég treyst á næsta hlustanda. Herru, takk fyrir þetta, Unur. 20 skil. Ok, please, hlustandi góður. Ok, hvort þú að velja hérna hægra menn en vinstra menn, ég ætla að taka, ég treysti á þetta hérna. Það skiptir ekki máli. Þetta er einhvern veginn tónlistavit. Er að taka þetta ljókakabla. Halló. Hvor fannst þið syngja betur? Pétur. Ég vann eitthvað. Ég var aldrei unni, nei. Takk fyrir menn. Já, ég legg inn á. Já, herðu. 10 skell. 10 skell, legg 20. Fær ekkert frá mér. Þetta var skellulegt atkvæði hér. 5-2. Hættu þessu, Pétur. Ég byrjaði vel, ég kom með 2-1 yfir. En svo einhvern veginn, þú með þínu sjarma nærða að tala fólk inn á að kjósa þig. Nei, víst. Nei, ég notaði enga sjarma. Jú, þú varst svona, já, fannst þér ekki bara krútlautur í hló og aha, Nei. Þú notaði þennan krúttbamsaðin þetta, en ég siti þetta og tapsar ógeðslega. Nei, segja á hverju ég vann. Á hverju? Röddinni. Nei, herðu, þú klárar ekki eins og lagi, Pétur, þú hlóst það. Þetta var ekki hlátukeppni. Þetta var söngvakeppni. Nei, það var bara hæðin. Tell me how am I supposed to love you? Það var bara þar. Ég geti líka tekið þetta hana. With arms wide open. How am I supposed to live without you? Já, einmitt. Herðu, en í næstu viku þá ætlum við íslenska textan. Hér rétt handað við hotnið er hitaklefin. Pétur Jóhann tók með mér hitaklefan og við hringdum í Sigga Storm og ég held að þetta allir að hlusta það því ég held að sé allir orðnir löngu þreyttir á þessu veðri. Þetta var karaoke-keppnin og fyrir ykkur sem eru að fara í karaoke þá er ein regla. Ekki taka Kristoffer Dignus át og byrja Meatloaf. Ég gleymi aldrei, við vorum allir félagarnir. Það voru 3 mínútur instrumental og lagið var 9 mínútur. Þannig að passið ykkur. Fáum smá auglýsingar. Við tökum það næst. Svo er það hitaklefin. FM Party allar helgar. Tónlistinn, fólkið og stuðið. Þú ert í góðum málum í FM Party föstudags og laugardagskvöld á FM 957. FM Party er í boði Becks. Vertu vinur Becks á Facebook. Við gefum kassa af Becks á hverju föstudags og laugardagskvöldi. FM Party í boði Becks. FM 957 og Dale Carnegie. Á hverjum degi heyrið þú að fólki sem skarar fram úr í viðskiptalífinu, íþróttum, fjölmiðlum og sviði menningar og lista. Margt af þessu fólki hefur sótt þjálfun Dale Carnegie. Vilt þú vinna þér frýtt námskeið hjá Dale Carnegie á Íslandi að verðmæti 150.000 krónur eða iPad spjaldtölvu? Farðu þá inn á Facebook síðu FM 957 og kynntu þér málið og skráðu þig á kynningarfund Dale Carnegie. Upplifðu Dale Carnegie á 60 mínútum, ókeypis og án skuldbindinga. FM 957 og Dale Carnegie.
16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Það magnaður miðvikudagur og þá 50% afsláttur af öllu leigðu efni í sjónvarpi Símans. Smelt á vodtakkan á fjarstýringunni og veldu einhver af þeim 4000 titlum sem í boði eru. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Ofur hljóðkerfi og Suzuki kynna 10 ára afmæli Óla Ofur á Nasal laugardaginn 14. janúar. Allar nánar upplýsingar á ofur.is. Bátur mánaðarins og Subway skinkubátur. Aðeins 419 krónur. Subway, alltaf best. Janúar tilboð í Intersport í fullum gangi. Stórlækkað verð á völdum vörum frá Adidas, Nike, Puma, Speedo og mörgum fleirum. Ekki missa af þessu. Það sport að spara í Intersport. Dansstudio World Class. Við byrjum 16. janúar. Dans fyrir allan aldur og nú frí. Líkamsrættakort fyrir 15 ára og eldri. Skráning í fullum gangi. Nánari upplýsingar á worldclass.is. Dansstudio World Class. Það svo margt sem batnar þegar við gerum hlutina saman. Við lærum eitthvað nýtt, miðlum af reynslunni og byggjum á styrk beggja. Íslandsbanki og Byr fagna 9 ári í sameiningu og við hlökkum til að gera góða þjónustu en betri. Íslandsbanki. Outfitters Nation útsalan í fullum gangi. Enn meiri verðlækkun. Outfitters Nation kringlunni. Taktu dansspor í rétta átt. Barnadansar, samkvæmisdansar, salsa, zumba. Dansskóli Jóns Péturs og Köru, dansskóli.is. FM 95 Blö í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem Kredía.is. Lakkeról og þú týnist í kynnslóðum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. M&M með lagið I Need a Doctor. I Need a Doctor. Af hverju fórst á hvenna? Ég sá það á það. Af hverju fórst á hvennaklústi á hann? Fór ég á... því að það var breytt lag í gangi og ég bara skust að því að hitt var upptekið. Ég sá þetta. Er þetta eitthvað? Pissaðu sitjandi? Pissa ég? Já. Nei. Hvað heldur ekki að fara á kvennaklósett og pissa standandi það? Ég ætla að vera ekkert brjálæður með neyri þó ég hef aðeins svindlað því að hitt var læst og ég í miður útsendingu, sko. Já, en ég veist sem að, stelpurnar verðum svona þakklátari ef þú myndir pissa sitjandi. Nú? Að því þá bara frussast ekki neitt. Ég pissa sjálfur alltaf sitjandi, sko. Nei. Ég geri það, kallið minn, já. En það nú reyndar bara til að... Ertu að meina þetta, eða? Nei, ég að meina þetta. Ég byrjaði á þessu fyrir löngu síðan. Að míga sitjandi? Nei, kasta þvægi, kýs ég að kalla það. Ekki M-I-G-A. Er þetta ekki eitt af því sem við erum að vera stoltir að geta pissa standandi? Nei, að kasta þvægi. Að kasta þvægi standandi? Já. Nei, við vorum að tala um þetta hérna. Þú verður í annars skiptið sem við vorum að tala um. En hvað græðir á því? Nei, við vorum að tala um skálarnar. Já. Þvagskálarnar. Já. Þá náttúrulega verður maður að gera það standandi. Þú veist, það á almenningsklósett. Ég ætla að bóna sér ekki að míga sitjandi í almenningssalernin. Nei, skálar. Nei, síðan þegar ég fæ tækifæri. Þetta verður bara skemmtilega áskorun í þætti, Pétur. Ég var alveg til að senda þig á eitthvað almenningssalerni og láta þig míga sitjandi fyrir framan einhverja menn. Já, ég skal alveg gera það. Þyrftu meðal að gera það ellendis, en já, ok, en Pétur, á hverju pissaðu sitjandi? Því ég las það einhvern tímann fyrir löngu síðan að það væri minnkaði líkur á krabbamein í blöðruhálskirtli sem svakalega algengt krabbamein hjá okkur kallmönnum, sko. Að það minnki þú mýi sitjandi? Nei, það minnka líkur það, já. Af því þegar þú gerir þetta sitjandi, að þá tæmir blöðruna betur. Segja sérfræðingarnar. Ég bara að lesa, ég les ýmislegt á netinu. Já. Og síðan reyndar komst ég að þeirri niðurstöðu líka og þetta var á þeim tíma og hlustaði nú vel að því að þú ert maður einsamall. Þú ert ekki, þú býrð einn eða ekki. Eða svona næstu því. Og þetta minkar sem að þú þarft ekki að þrífa eins oft klósettinu og það. Já, ok, þetta er kannski snirtilegra. Þegar þú ert kastar þvægi standandi, þá frussast þetta út allt. Nei, menn ekki að stjórna drippuna þér. Nei, það er alveg sama þegar að vatni lendir á keramíkunu. Dyrabjallan bara og fyrir þetta rennur úr henni. Hvað segirðu? Fyrir dyrabjallan bara út allt þetta rennur úr henni. Já, fyrir utan það, já, ég er náttúrulega með þannig. Þetta er miklu lengra fall hjá mér heldur en þér. Ég skal alveg gefa það, þetta er kannski snirtilegra en það er bara ekkert kallmannlegt við það að sitja og pissa. Jú, síðan græður á þessu, stundum græður á þessu. Hvað græður á þessu? Þess að stundum þegar maður sest og er að fara að kasta þvæg, gera nummer 1, skulum nefna þetta það. Takk ásinn.
taka ásinn á það. Smelli ás. Að þá græðir þú oft, vegna þess að tvisturinn rankar við sig líka, býtur nú við hann sestur á klósetti maðurinn, skilur, og hann svona, heyrðu, býtur, ég væri alveg til í að koma út núna, sko, þá græður þú tvist. Hefur það í alveg líka stjæra? Það er miljón sinnum og það er besti tvistur sem hann færði þetta blú, ég er að segja það. Óvæntur tvistur? Já, óvæntur tvistur, hissa tvistur, kemur út, alveg steinhissa, býtur, hvað er búið að opna á kallinu, má hann kíkja út og síðan bara sleppur honum og hann er svo ánægður maður. Svo sturtar hann niður og hann bara alveg fer út, alveg yfir sig ánægður tvisturinn. Já, ég skal prófa þetta einhvern tímann fyrir, en annars mun ég halda áfram að pissa standandi. Herðu, þá erum við búin að ræða tvisvar piss í þessum þætti. Það er gaman að heyra ég og Pétur Jóhann erum ekki vaknir upp úr kúk og pissbröndurum. Þetta er reyndar ekki brandar, þetta voru bæði, þannig ertu bara að segja staðreyndir í rauninni. Þetta eru staðreyndir og bara rökræður lífið og tilveruna blöð. Herðu, við ætlum að fá hérna Wherever You Will Go með Charlene Soraya, svo beint í hitaklefan og það er Siggi Stormur sem að varða fyrir barðina á hann með þessu sinni. Enda veðrið hérna á Íslandi búið að vera ógeðslegt og við vildum láta Sigga Storm aðeins heyra það. Soraya, hún mun fara hvert sem þú vilt fara, það er fallið að henni. Pétur Jóhann Sigfússon er farin á stjá, ég er að fara að hringi hann hérna rétt og eftir. Við ætlum að, aðtjóka það sem við vorum að ræða hérna í byrjun þáttar. Við ætlum að reyna eins á kynþokkanánum, þannig að það verður skemmtilegt hér rétt og eftir. En við ábúin að loða því að verðum að fara í hitaklefan. Ég held að séu flestir á Íslandi ánir vel þreyttir á ástandinu, bæði á veðri og svo er ekki hægt að keyra neins þar fyrir klaka og snjó og geði. Þannig við ákveðum að hringja í meistarann og vin okkar, Sigga Storm, og svona henda á hann nokkrum spurningum í pirring út af veðrinu. Þannig að það spilaði inn í pirringurinn og þetta er fyrsta sinn sem að Pétur Jóhann er með mér í hitaklefanum þar sem að Sveppi og Veikur í gerð. Við tókum engan hitaklefa, skulum við fá hitaklefa þessara viku. Reynda verður svo Sveppi með mér á föstudaginn, þannig að hann verður nú með mér í vikun, en heyrum hitaklefa á Sigga Storm. Já, Sigurður. Já, er þetta veðurfréttamaðurinn Siggi Stormur? Já, það er maðurinn. Já, komdu sæll og ertu velkomin í hitaklefan. Í hitaklefan? Hvað er að gerast með þetta helvítis veður, Siggi? Þetta er bara það sem við eigum að búast við árið kring hér á Íslandi, við erum svo norður á hnettinum, það er það sem allir vita. Já, hvaðan farið þessar upplýsingar? Það er nú bara, við leggjum saman 2 og 2, deilum með... Er þetta helvítis veður ekkert að fara að skána að það vitleysingurinn? Þetta er alltaf, sko, nú er þetta loksins að verði í lagi, skal ég segja þér. Það er bara komið tími til að svara, hvað er asahláka til dæmis, Siggi? Það er bara þegar að kemur ykkur bara askvað... Af hverju ert alltaf brosandi þó að sé 10 stiga frost að það gerpið? Já, það er nefnilega svo gaman að sjá, sko, þá er það jeppakattarnir svo ánægir, sko. Já, hvernig? Þá fara þeir upp á jökla og spóla og svona... Já, hvernig? Hvað kannski ekki stoppa þess? Hvernig dekkartu með á bílunum? Ég er með, sko, Bridgestone. Já, hvernig er þetta nagladekka? Er þetta mikroskori? Hvernig dekka er best að vera með? Ég aldrei annað... Eru mamma en og pappi systkini, Siggi Stormur? Eru þau það? Já, hvað viltu segja við fólki í landinu, Siggi? Það er sko, það er bara að vera inn í þessa bók. Hvenær lagast veðrið, Siggi? Það er 2018. Nei, segðu mig satt, er að fara að hlýna? Heyrðu, sko... Er að fara að hlýna, Sigurður? Ekki þetta á föstudag. Heitir pappið Stormur? Nefndi Gormur. Ertu bara að segja samt karakter, Siggi? Já, ég er náttúrulega, sko... Þú heitir bara Gunnþór. Hvenær ætlar að svara þessu spurningu, Siggi? Hætt að tala í kringum helvítis hlutur og segðu okkur hvenær veðrið skánar. Á þessu stigi málsins þá get ég ekki svarað þessu af fullri einu. Þetta er alltaf sama kjaftaði ykkur veðurfréttamönnunum. Hitt er svo annað mál. Er ég að tala við fokking símsvara hvaða rugl er í gangi? Talaði bara við okkur. Er að fara að hlýna eða ekki? Sko, ef við lítum á... Hlýnar í vikunni? Ef við lítum á hittar í... Hlýnar í vikunni? Í vikunni, já. Hæ? Fyrir viku 52... Nei, ég er að tala þessa helvítis viku. Hlýnar eða ekki, Sigurður? Já eða nei? Já, þú kveikir á opninu heima hjá þér, þá... Nennir að hætta að vera brandarakall og drullast til að segja okkur hvort það sé fara að hlýna. Það er, sko... Og það verður þetta skamnar! Er að hlýna! Þjóðin, sko, stengið... Herra Sigurður, við getum ekki talað yfir lengur. Takk kærlega fyrir þetta. Hæ, ég get...
Hann talar endalaust. Jú, þú varstu reiður maður. Já, ég menn, hann bara gæti ekki sagt okkur hvort það var að fara að hlýna eða ekki. Nei, hann gæti ekki svara. Ég skellt á hann. Herra, þetta var snillingurinn Siggi Stormur og góð vinnur okkar. Hann sagði okkur nú svo reyndar að það á að fara að hlýna en sem svo kólnar aftur. Þetta er alltaf sama sagan. Það hlýnar og kólnar til skiptis. Við ætlum að fá hérna stuttar auglýsingar. Svo er Pétur Jóhann Sigfússon kominn á stjá. Við ætlum að, reyna á kynþokkana á stráknum. Hann vil meina að hann sé svo kynþokkafull þessa dagana. Morgun þátturinn Magasín. Virkamótna klukkan 7. Við hugsum kynlíf á nokkura sekúnda fresti, þannig að það er spurning, sko. Það er bara ná klósett og kifti hana, byggandi. Blessaður þegið þarna maður og hugsa þíns eigin tippi. Vitið hvað mig langar að gera? Alltaf þegar við byrjum á morgnana, klukkan 7. Við þurfum svo að láta fólki vita sem þau er búin að sofa hjá. Bara fólki þá það? Nei, ég er ekki við. Magasín. Alla virkamótna á FM 957. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. FM 957. Komdir í form með Subway. Úrval heilsubáta, vefjur og salut er innihaldaðin 6 grömmar fitu eða minna. Subway í fínu formi. Barnaafmælið á heima hjá okkur. Ísbúðin, Háaleitisbraut. Það er magnaður miðvikudagur og þá er 50% afsláttur af öllu leigðu efni í sjónvarpi Símans. Smelt á vodtakkan á fjarstýringunni og veldu einhver af þeim 4000 titlum sem í boði eru. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Stærsti skiptibókamarkaður landsins er í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni opið allan sólarhringinn. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Karribátur og gos á 1090 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Skemmtum okkur saman. Stöð 2 verður á Selfossi helgina. Bylgjan, FM 95 Blö og Ísland í dag í beinni frá Selfossi. Sveppi árita plakkut fyrir börnin. Skopp og skrýtla mætt á svæðið. Rikka skellir í vöflur. FIFA PlayStation meistrakeppnin. Friðrik Dór og Jón Jónsson taka lagið. Og margt fleira. Komdu til okkar í Tryggvaskála á Selfossi á föstudag og laugardag og kynntu þér ævintýraheim Stöðvar 2. Stöð 2. Skemmtilegri. Póstþjónusta. Póstþjónusta BJB. BJB.is. Outfitters Nation útsalan í fullum gangi. Enn meiri verðlækkun. Outfitters Nation kringlunni. Dílar.is í dag. Gat í nafla, tungu eða vör ásamt aukalokk í bleksmiðjunni á aðeins 3.500 í stað 6.500. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Ríkilega skemmtileg hljómsveit þarna ferð á sjálfsögðu of Monsters and Men en nú er komið að því að tjekka á kynþokka Péturs Jóhanns. Pétur, eftir hérna línunni? Já, ég er hérna línunni. Hvað er kallinn, staður? Ég er komin hérna í Kringluna. Ok, út mættur í Kringluna? Já. Er mikið af fólki eða? Já, þetta er svona, þú veist, þetta er svona aðeins að svona aukast, sko. Já, það... Slæðingur, sko, svo leið og ég kom einhvern finnst mér eins og aðeins bætt í. Já, það er náttúrulega útsölur í gangi. Útsölur í gangi og fólk svona aðeins að svona tegjur sér eftir jólinn, sko. Ná, hvað er Kringluna eftir staður? Herru, ég er nú bara hérna í bílagemslunni og er á leiðinni inn. Ok, ertu þarna niðri eða? Já. Ok. Ég var einu sinna að vinna hérna niðri, sko. Í bílagemslunni? Já, í einn dag var ég að vinna hérna í kerrunum í Hagköpi Kringlunni. Já, það útskýrir ýmislegt að þú hefur fengið það þína saman gerður. Hvað er þetta ekki alveg góð 3-4 ár síðan? Nei, það er lengra síðan, sko. Ég riði með þetta í vinnu. Já. Og meðfram skóla, ég var í Fjölbraut í Garðabæ. Ég sagði, heyrðu, ég þarf að hafa vinnu með þér og fekk vinnu, sko. Ég riði mig, sko, bara eftir klukkan 2. Ég var alltaf búinn í skólanum 2. Já. Frá 2 til 6 eða 7, bara alla daga vikunum þar. Og hún var svo ánægð með mig, sko. Hún setti mig bara yfir kerran. Já, ok. Það verður fallið daginn. Svo mætti ég fyrsta daginn. Já. Og ég fekk svona svakalega svona koltvísýrings bara... Ég fekk svo mikið hausverk og svona, þú veist, að ég var í koltvísýring heilan dag. Já. Mætti bara ekkert meir. Nei, ok. Þau hringdi maður og ég svaraði aldrei og ég kom ekkert aftur, sko. Þannig að ég bara, það nota tækifæri svona fyrst ég er hérna, bara að beða starfsökunar, Hagköp í Kringlunni. Já. Komið aftur. Búin að gefa þér hana góða vinnu. Herðan, hvað er að frétta þetta í kringu? Ég reyna að koma mér inn í eins og ég sjá er ekki apótekan einhvers staðar? Sko, ég er komin inn, jú, það er apótekan á vinstri.
Lífæsbúðin á hægri hönd. Já, ok, þá veit ég hvað er að gerast. Farðu hérna, reynum aðeins á kynþokkan í apótekinu. Það er alltaf konur og svona að vinna þar. Farðu inn í apótek. Já. Herðu, farðu beint og annarkort, ég veit ekki hvort að þið séu þarna fyrir framan eða hvort þú eru að biðja það. Kauftu pakka af smokkum. Já. Og segðu það ættu nú ekkert að koma ykkur stelpsmónum óvart að kettlinn þurfa að væsla nokkra smokka. Já, ok. Veitu, eru þeir ekki á bakvið afgreiðsluborðið eða? Ég bara veit það ekki. Þú hlýtur að sér það á einhvers staðar eða? Nei, ég er nú svona nýkomin í vinnu. Ok, eru konur að vinna? Já. Er það að horfa á þig? Já, allar konur eiginlega sem eru hérna, sko. Já, það kemur náttúrulega ekki orð. Fyrir ekki, en hvað eru með smokkana? Já. Hérna. Er ekki öllum stærðum að gerðum? Fyrir ekki, hvað eru með smokkana? Já, hérna. Er ekki öllum stærðum að gerðum? Eru ekki öllum stærðum að gerðum? Jú. Hvað myndur þú mæla með fyrir mig? Hvað myndur þú mæla fyrir mig? Fyrir þig? Já. Fyrir kallinn, sko. Fyrir kettlinn? Fyrir kettlinn? Þú ert ekki til. Þetta eru 9. 9? Já. Hvað gera þeir? Þetta eru alveg 9. Hvað gera þessir? Þetta eru eitthvað... natural skin on skin. Vá, skin on skin? Já, skin on skin. Það getur nú ekki verið að koma þér á óvart að ég þarf að kaupa smokka. Það getur nú ekki verið að koma þér á óvart að kallinn sé að kaupa smokka, það? Nei, alls ekki. Ok, nú, þú ert ekki til sá því, það? Þetta síða dökka hár og sveiflaði þig? Þetta síða dökka hár? Alveg. Finnst þér ég sexy? Alveg þykkalega. Já, það er ekki? Jú, alveg. Það sést svolítið á þér, sko. Já. Betur að finna bæseppina þér? Viltu finna bæseppin? Svo, kallinn er sterkur. Viltu finna? Endilega. Hristan alltaf, hristana Pétur. Alveg geður því hvað. Finnur hvað er sterkur? Finnur hvað er sterkur? Nei, ég tek í því. Alveg. Ég tek í lurgina. Nei, ég er nú að fíkna. Þetta eru bestu smokkarnir. Já, þetta er 9. Já, það er 9. Hvað kostar þér? Hvað kostar þetta? Þetta? Já, 1700. 1780. Djöðs verður á þessu. Það tekka ódýrara. Maður er eftir að bjóða stúlkun út líka, sko. Já, eftir að bjóða stelpun út líka, sko. Þannig að... Ég ætla ekki að hafa þetta sem 5.000 krónar kvöld. Ég ætla ekki að hafa þetta eitthvað 5.000 krónar kvöld. Nei, þá getur þið kæft bara svona nokkra. Já, bara, já, ok, kostar stykkið þessu 589. Herru, taktu núna pakkan, hentunum frá þér og hlauft út, Pétur. Taktu pakkan, hentunum og hlauft út. Ég hljóp út. Ég farinn. Þetta hvað fyrir út? Já, ég hljóp út. Hvert hendur þið pakkanum, bara á gólfið? Já. Ok, sko, hérna... Ég veist steipa maður. Hérna... Svo blómabúð hérna líka. Já, herðu, farðu inn í blómabúðina. Nei, ég meina, þetta er ekki, hún er hérna út á plani, sko, út á torginu. Já, ok, er ekki einhver afgreiði í blómabúðinni? Jú. Já, er það kona eða? Nei, strákur, ungur. Ungur strákur, æ, þá fattum við strax þetta djók. Já, það er stelpa hérna líka. Ok. Góð daginn. Áttu að arfa á kallinn? Hvað segirðu? Áttu að arfa á kallinn? Áttu að arfa á kallinn? Arfa? Blóm? Nei, ég segi svona. Sýfla gangur í gangi. Þú ert ekki að fatta þetta. Já, það er svona blóm. Hvað segirðu? Það er svona blóm. Blóm, já. Já, ég þarf að kaupa blóm, segðu það. Erðu, þetta er útlendingur. Já, þú velja, bara útvelja. Já, velja, já. 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 Það er svona blóm. Hvað myndir þú velja? Já, þú koma hérna. Segðu við hana. Já. Segðu við hana, ef þú myndir sjá svona sexy kyntröll eins og mig, hvernig blóm myndir þú vilja frá mér? Ef þú myndir sjá svona sexy kyntröll eins og mig, hvernig blóm myndir þú vilja frá mig? Þetta kostar þetta 4.650. Já. Finnst þér ég sexy, spurðu hana. Já, finnst þér ég sexy? Skil ekki alveg. Do you think I'm sexy? Do you think that I am sexy? Yeah. Would you want flowers from me, baby? Hvað þú ekki að fyrir? Would you want flowers? Nei, það er eitthvað sko. Hvað þú ekki að fyrir? Hvað er að gera það? Þetta er fyrir mig, sko. Ég ætla að senda sjálfur mér. Ég ætla að senda sjálfur mér að því ég er svo sexy. Ég ætla að senda sjálfur mér að því ég er svo sexy. En þetta er rósi. Leggstu núna fyrir framan hana svona? Eða þetta...
Og spurðu, finnst þér ég sexy þegar ég ligg? Finnst þér ég sexy ef ég ligg svona? Svona? Finnst þér þetta sexy? Finnst þér þetta sexy? Já. Þetta er sexy? Já. Kallið sexy núna? Byrja að skríða svona eftir gólfinu og segja en þetta, finnst þér þetta sexy? En þetta, finnst þér þetta sexy? Finnst þér þetta sexy? Svona? Já, betra áðan. Betra áðan. Farðu aftur í þátthellingu? Ok, þannig þetta er sexy. Býttu með að henda blómum í þig? Getur þú að henda einu blóm í mig? Svona bara, svona... Menn ég ligg svona? Menn ég ligg svona? Það er ekkert að þora, hendu bara. Nei, hún skilur ekki alveg, sko. Nei, ég heyri það. Ég ætla að fara hana. Já, stættu upp, Kristina bless. It's okay, I'm gonna think about it. Hún var að tala íslensku. Nei, sæli. Hvað er þið? Hver er að tala? Ég er bara með músík í eyrunum. Já. Heilsa. Unglingar. Hvað vilt það ég fara í næst? Það ég fara hérna í... Ég veit, það er kannski eitthvað eitt í lokinn. Þú ert búin að standa þess að hetja, sko. Sérðu eitthvað þarna? Á ekki bara fara inn í einhverja búð og taka eitthvað og lappa út og aðtöða hvort það flauti? Jú, ég er til í það. Steldu einhver aðtöða hvort það bípa þig og ef það bípar á það segja það, herru, sérðu ekki, ég er sexy og frægur. Ég hlýta mig þetta. Já, er það ekki? Jú, láttu bípa þig. Hvað ætti maður að taka? Svona... Bara eitthvað sem út vissum að bípa á og svo einhver kemur að stoppa þig, þá segir það bara, herru, þú lítur nú að vita hvað kallinn er, Pétur Jón Sigfússon, sexy, ég fer ekki að borga þetta. Já, nákvæmlega. Prófa það. Já. Bara, ég æði bara inn. Já, bara í næstu búð. Hvaða búð er þetta að vera inn í? Outfitters Nation. Ok. Já. Dæinn. Heyrðu, maður sjá. Já, taktu bara eitthvað. Ertu inn í Outfitters Nation? Já. Taktu bara eitthvað að labba út. Setja, betur. Sjá. Sjá hvernig hérna. Heyrðu, þetta pípaði ekki. Segðu, þú lítur nú að vita hvað kallinn er. Máttu reyna? Já, þú lítur að vita. En fær maður ekki fritt bara? Frægur og sexy? Frægur og sexy? Þú mátt reyna. Labbaði bara í burtu. Farðu með þetta. Labbaði með þetta, Pétur. Hann er búinn að taka þetta af mér. Nei. Jú, hann bara stökk á þetta með reyður á mér. Ok. Herðu, gott við, Pétur. Þú ert búinn að standa þessu heitja. Takk fyrir, sömulegis. Það er okkur, bæ. Herri, já, þá reyndum við á kynþokkan hans Pétur þarna í kringlunni og svei mig þá ef þetta var bara ekki rétt í ánum. Hann virtist komast upp með allt annað strákurinn en við ætlum að fá hérna núna lagið You Make Me Feel. Hei, þetta minnir mig á The Way You Make Me Feel með Michael Jackson, en þetta er ekki það, þetta er Cobra Starship. Aldrei heyrt þetta lag, en ég ætla að teka það. Jó, ég reyndar að heita það. Vissi bara ekki hvað heitir. You Make Me Feel. Cobra Starship. Einhver að trublast í bílinn núna þar að þetta dettur á. Skemmt ykkur. You Make Me Feel með Cobra Starship hérna í FM 95 Blö og Pétur Jón Sigfússon er á leiðin hérna aftur í stúdíóð frá Kringlunni. Ég minni á leik Manchester City og Liverpool í kvöld í deildabikarnum. Veit að eru margir spenntir fyrir þeim leik. Viðurkennu það sem harður United aðdáandi að mér finnst hrikalega leiðilegt að Manchester United hafi dottið út fyrir Crystal Palace eins sorglegt að það hljómar á heimavelli því annars hefði við verið að spila í þessu líka held ég á móti Cardiff sem hefði verið skemmtilegt og hefði ekki orðið þess að við hefði mætt annarkvort Manchester City eða Liverpool í úrslitum sem hefði bæði verið stórleikir og svo er líka annar leikur í kvöld, það er Tottenham Everton. Veit að eru margir Tottenham aðdáendur á Íslandi í dag og þetta er leikur sem var frestað held ég í fyrstu umferð vegna það voru einhver læti þarna í London allt vitlaust allir að mótmæla og eitthvað og úlingar að slást og eitthvað þannig að þetta að fresta þeim leik og hann er einmitt spilaður í kvöld líka en ég er að spara að henda bara hérna í nokkrar auglýsingar svona rétt á meðan að Pétur kemur sér inn í stúdíu. Viltu nælar í bakkelsi fyrir alltaf 10 manns? Magasín og Café Konditor í Copenhagen bjóð upp á bakkelsi fyrir alltaf 10 manns á hverjum föstudegi. Send okkur post á magasín@fm.is og segðu frá þér og þínum vinahópi eða vinnustað. Café Konditor í Copenhagen, Söðlandsbraut 4 og Grensásvegi 26. Alla föstudaga í morgunþættinum Magasín. Hæ, ég heiti Brynjar Már. Passaðu hvað þú segir. Ljót orð meiða. Stöndum saman gegn einelti. Nú eru hlöllabátastaðirnir orðnir 8. Ávallt ferskir í 25 ár. Ofur hljóðkerfi og Suzuki kynna 10 ára afmæli Óla Ofur á Nasal laugardaginn 14. janúar. Allar nánar upplýsingar er á ofur.is.
er mögnuð útsala í hátækni. Sjónvörn, GSM-símar og alls konar græjur á frábæru útsöluverði. Hátækni, Ármúla 26. Hleðsla frá MS, próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Nú með kókos og súkkulaði. Nú er salatvika á KFC. Fáðu þér ferskt, holt og bragðgott singarsalat og skolaði þið niður með svalandi Egilskristall fyrir aðeins 899 krónur. KFC, svo gott. Og holt. Túborg og Bar 11 kynna Boss Borer, gítarleikari Morrissey ásamt Smöttis 3 og 2 á Bar 11 laugardagskvöldið 14. janúar. Húsið opnar klukkan 9 og er aðgangur ókeypis á meðan á húsrúm leyfis. Be there or be square, box you drop. Já. Síðustu dagar Víla útsölunar, meiri verðlækkun, Víla Kringlunni og Smáralind. 160 milljónir fyrir 13 rétta. 1x2, við tippum. Túborg kynir kreppukvöld á Bar 11 á 50-dagskvöldið. Einn bjartasta vonin í íslensku tónlistarlífi, Samaris, kemur fram og það verður að sjálfsögðu plötustúður í búrinu eftir tónleika. Húsið opnar klukkan 9 og það er frítt inn. Guðavegarnar verða að sjálfsögðu á veskisvænu verði. Bar 11 og Túborg fyrir fólki í landinu. Fylgir fréttablaðan á morgun. Of Monsters and Men í allt öðruvísi útrás. Ragnar Solberg svitnaði í pröfum fyrir Pain of Salvation. Prins Pólo og Carlotta í Viki taka rockprófið. 5 bestu íslensku Eurovision-lögin sem komist ekki áfram. Plötudómar, fréttir og fleira. Pop fylgir fréttablaðan á morgun. FM 95 Blö er í boði. Auðvelt, fljótlegt og alltaf opið. Gretia.is FM 95 Blöð með ykkur hér til klukkan 6 í dag. Ég heiti Pétur Jón Sigfússon, búinn að vera með honum auðvitað Blöð sem er stjórnandi þáttarins og eigandi stöðarinnar. Búinn að vera með honum frá 4 í dag. Sannur heiður að fá að vera með þér. Já, bara takk fyrir að koma. Já, bara takk fyrir mig, skilur. En ég meina þátturinn er ekki búinn, við erum ekki kveðja, skilur, en bara takk fyrir mig. Við erum ekkert að kveðja, það er hárrétt þér. Ándráð í, sko, við erum bara rétt að byrja. Já, herri, ég var að fara inn yfir preppið og var að sjá... Varst að kíkja aðeins á netið? Já, og sjá enn eina könnuna hérna. Já, það sem er kallast preppið hérna. Hvað allir útvarsmenn hafi gert áður en að netið kom? Hvað gerðu menn? Hvað voru menn að tala um? Gulli Helga var einmitt hérna hjá mér daginn sem gestastjórnandi. Ég var að ræða þetta við hann, sko. Já, og hvað var hann að tala um? Þeir voru bara að spila vínil og tala svona bara, lesa blöðin og svona. Já, þetta er náttúrulega hrikalegt. Þökkum fyrir netið og hvað varst að lesa á netinu? Ég var að lesa að 1 af hverjum 6, nú er verið að tala um í Bandaríkjunum. 1 af hverjum 6 í Bandaríkjunum, ok. Já, er það sem að kallast að brain drinker eða a heavy drinker. Heavy drinker. Og það sem komir óvart með það að til þess að kallast a heavy drinker í Bandaríkjunum, það þýðir að þú drekkur 5 eða fleiri drykki með alkohól í á stuttum tíma, oftar en 4 sinnum í mánuði. Það ná mér. 5? Já, þetta er basically bara að þú ert orðin fullur oftar en 4 sinnum í mánuði. Þegar þú drekkur meira en 5 drykki þá ert orðin fullur. Þannig að þá ertu heavy drinker. Já. Og þetta myndi niður sko, þarna er 1 af hverjum 6. Ég held að þá Íslandi verði mun hærri tala, eða hvað? Já, nei, ég er nú ekki svo viss. Samt ekki, þetta eru kannski 4 helgar, en þetta eru bara mjög svipað. Er ekki 4 helgar í mánuði svona oftast? Jú. Já, 34. Já. Og þú drekkur hverja helgi, og þá ertu dottinn í að pakka. En ef maður dreifir þessu, ef maður er að taka bara 1 bjór á kvöldi. Nei, þá er þeir að segja það. Já, þú ert að drekka meir en 5 drykki með alkohól í á stuttum tíma, sem þetta sama deginum, sko. Já, ok, þannig að ég má fá mig bjór í kvöld, 1 í kvöld og á morgun og föstudaginn og laugardaginn. Já, það er allt annað. Það er bara eins og Daninn og allir aðrir gera, bara svona, þetta kallast bara að vera dannaður. Þetta er eitthvað sem við Íslendingar þekkjum ekki, sko. Nei, við erum svolítið, já, ég er svolítið þarna, sko. Já, þú ert heima það kannski, en ef þú sést niður í bæ á þriðjudegi í hádeginu með bjór, þá er bara svona, já, þá er ég allt í norðin eitthvað allt annað heldur. Já, þá er ég að tala um þú ert ekki kannski að fá þér að borða það neitt og situr bara einn á sólón og ert að fá þér eitt stóran bjór. En eru við ekki bara alltaf mikið að pæla í þessu? Jú, Íslendingar reyndar pæla rosalega mikið í öðrum Íslendingum. Já, hvað aðrir eru að gera? Já. Hvað, ég meina, og ef að ég sæist á þriðjudegi, þú veist, sólríkur dagur, eitthvað svona, þá er það allt í lagi allt í hennu. Já, það er í lagi á sumrin, sko. Já, en ef ég sæist bara á þriðjudegi núna meðan janúar, sulla í bjór á vegamótum, eitthvað bara í úlpum og drekka bjór, þá er allt annað upp á tenning. Það fíflagangur er þetta. Þá ertu bara alkohólisti. Bara eins og þetta sé mismunandi eftir dögum og veðri. Já, kannski ekki alkohólisti. Ég segi Pétur eitthvað í vandræði með sjálfan sig. Ég meina, þú veist, bara því að það er vetur úti. Mér langar einmitt
einmitt miklu meira að fá með bjór á veturna. Já, oft bara, það oft hérna, nei, ég nú ekki sammála því, þegar það ógeðslega gott veður í Reykjavík maður og þá gaman að... Ok, kannski ekki bjór, en ég menna ekkert síður, mann láka, þú veist, það því veturinn sko, hann þungur og langur, hann aðalega langur. Já, saman. Maður þarf að finna sína leiði til að bara komast létt yfir hann, skilja. Og ég menna, ég veit það ekki, ég leita í áfengið. Mér finnst gott að sulla þessi í bjóru á kvöldum. Svona gleyma þér aðeins? Já, gleyma mér maður. Ég meina bara vera krakkar, hvað eitthvað maður og vera bara haldið að sé eitthvað grína að vera ég. Eitthvað þannig bara, sjáu þetta andlit. Og eitthvað bara haldið að sé bara alltaf grín og glens að vera Pétur Jóhann Sigfússon eða. Krakkar, talið við mig! Og eitthvað svo. Þá eru þau farin í herbyggja að fela sig? Já, þau skoða eitthvað á YouTube og eitthvað. Ég tek tölvur af þeim og ég sitt og tala við þau. Já. Bara vel í klasi. Það er gaman hann. Það er gott, já. Ég er samt sammálaði með það. Við Íslendingar eigum að hætta að vera að spá alltaf eitthvað aðrir eru að gera. Já. Það er bara þannig. Hverjum ekki drullið saman þótt að menn fá sér 2 kalda bara hérna, veist, og sér 3. dagur og skýta veður. Það er útpunturinn í þessu. Já, er það ekki? Verð þú bara ekkert að skipta þér að því hvað ég er að gera. Ef þú sér Pétur Jóhann Sigfússon í einhverju dúnúlpu með kaldan bjór á 3. degi í myrkrinu, láttu hann bara eiga sig. Láttu mig bara í friði. Kallin er bara að fá sér og verð ekkert að skipta þér að því. Þetta gefur þér ekkert við. Já. Það er hárrétt. Herðu, fórsetta frambóðið maður. Ætlaði ég ekki að bjóða mig fram með það? Já, er það að vera á seinna? Ef að sleppa þig? Nei, þú ætlar að bjóða þig fram, til fórsetta. Ég glemdi bara að tala um það hérna í þættunum. Gerða bara næsta miðvikudag. Jón Gnarr, borgarstjóri, verður hjá okkur í næstu viku. Þið eruð að hlusta á FM 95 og FM 957, klukkan er rétt að detta í 6 og það þýðir aðeins eitt að við Pétur Jóhann Sigfússon sem er búin að vera með mér sem 4 í dag erum að klára okkar vakt. Það er ekki flóknara. Hvað ætlar að borða í kvöld? Herðu, þetta er nú bara góð spurning hjá þér. Já. Ætli ég sæki mér ekki bara smá sushi? Sushi? Já. Á miðvikudegi? Já. Bara eitthvað svona, sækja mér hérna bara svona take-away sushi sko. Já, take-away sushi. Já, en þú? Er það bara hvað Sigrún eldar eða? Ég veit það ekki. Hver eldar á þínu heimili, Pétur? Hún? Já. Ég er alveg off í þessum þess. En færði eitthvað svona... Það er sorglegt sko, vegna þess að ég matagat, sko alveg bara ég elska mat og það er talað um að þeir sem að elska mat, þeir eru góðir kokkar, það bara gefur augalið. Það er alltaf bara allir sem að eru svona matgæðingar tala um að til þess að vera góður kokkur og að vera elska mat sjálf. En þá erum við bara undantekningi sem sannar regluna, því ég elska mat og ég get rista brauð og ég reynda að byrja að steikja hluti núna eins. Og sorglegt að segja frá því, en ég var ekkert í því. Ég fann að steikja sveppi og lauk og svona og búa mig til góða samlokur. Já, það heldur þú. Út úr bænum 31 árs gamall. Og fann að steikja sveppi hér. Ég held það. Já, ég var reyndar sko, ég má reyndar eiga það. Ég var hann að taka svona sunnudags, sko, ég segi ég vorum með læri, sko. Já. Þú veist, og ég meina, ég veit hvernig á að gera læri. Ég myndi ekki reyna að elda læri til að bjarga lífið mínu, sko. Nei, þetta er svo easy, þú bara ferð að kaupa læri, setur það inn í opnin og bara í svona... Og býður? Já, bara í 2 tíma, þá var það bara tilbúið. Það er ekki eitthvað við þetta og svona? Nei, þú kaupir bara tilbúið, maður krydda bara í pakka á. Svo þarf það að eiga svona svartan pott með svona loki. Já, eins og mamma með. Já, setur bara vatn svona neðst í hann. Já. Lærið í og inn í opn bara þetta byrja í 220 gráðum og hafa lokið af, svo lækkar það í 140 og setur lokið á. Lætur að vera með lokið af í korter. Heldur ég sé að fara að muna þetta? Nei. En það er enda, ég skal gefa þér það, ef þú kannski skrifa niður þessu upplýsingar, ef þú býður einhvern í mat og segir, hvað er að borða? Herru, kallinn bara hendi læri. Já, sem er það besta sem þú getur fengið. Já, það er líka, þetta hljóma svo eins og ég sé búin að bara elda allt mitt líf þá. Ég veit. Hvað sagðir, hendi læri í ofninu vonu og það gaman að... Bara lambalæri á gamla mátan. Já. Hvað viltu að drekka með þessu? Rauðvín eða mjólk? Alltaf með mjólk, með læri. Það er allt til. Já, Pétur, þú gerir það næst. Ég gerir það næst. Sannur heiður að fá að vera með þér hérna í 2 klukkustundir. Þetta eru dýrmætar mínútur sem maður á að heita með þér. Ég vann karaoke-keppnina, 5-2. Já, ég ætla að koma sterkur í næstu viku, þá syngjum við á íslensku, það ætlum að íslenska lögin, þannig að fylgjast með því. Góða líkur á borgarstjóri Reykjavík mæti líka til okkar. Þú ætlum að heyra sigurlagið? Nei, ég er að stríða þér. Þú ætlum að heyra það hér í lokin? Jú, ég skal alveg spila það fyrir þig. Jú, ég ætla að leyfa bara hlustendum að heyra hérna hvaða lag vann karaoke-keppnina. Já. Og það er náttúrulega bara sorglegt. Nei, þetta er ekki sorglegt. Byrjatur maður, anskoti, ég var bara dottinn inn í spjall maður. Sorry. Jú, ég ætla ekki að tala með þessu. Þetta tekum við off. Ég talaði hann í byrjun, það er mjög fyndið. Ok.